Guðrún, þú átt ekki þessa tösku, ég á þessa tösku. Hæ? Æ, nei, getum við gert þetta aftur? Æ, mér finnst þess að við þurfum að vera meira hissa. Nei, þetta var mjög gott, þú varst bara alveg... Já, einmitt. Já, sumir halda að leikarar leggja mest upp úr framsögn og físík og þannig... Já, en í svona försum þá í raunverulega það eina sem skiptir máli bara að vera... Hissa. Láttu mig hafa töskuna mína. Átt þú þessa tösku? Ég byrja fyrirgefðu. Getur að stoppa? Já, ekki mál. Nei, ég er bara að spá í hérna... Þessi hissasveifn er svolítið líkur hissasveifni sem ég geri þegar ég uppgöta í öðrum þætti að Andrés á töskuna. Þannig að ég er bara að spá í hvort að... Já, hvort við séum bara að passa að við séum ekki að gera sömu hissasveifni. Jú, algjörlega. Þannig að þetta verði góð sýning. Ok. Þessi svona þegar maður hálfbýst við ykkur en það kemur manni samt svolítið óvart. Já, ég nota mjög mikið fyrir hlé hérna, en eftir hlé er alveg bara, þú veist, það er komið á allt annað level í hissi. Og þegar maður, sko, þegar eitthvað kemur manni virkilega óvart, þá verður maður að vera bara HA?! Þessi er frábær. Já, ég panta ekki að spyrja. Já, takk. Algjörlega. Takk. Komdu með töskuna mína. Er þetta þín taska? Já, nákvæmlega. Nei, þetta var akkurat málið. Mér fannst það, þetta var svona, það þurfti bara að vera aðeins meira hissa, aðeins öðruvísi hissa, það var bara það, sko. Já. Þetta var ótrúlegt. Já, karlarnir í verkinu lenda oft í svona stellingum sem er auðvitað að misskilja. Nei, ég skal taka svona. Og þess vegna skiptir náttúrulega svakalega miklu máli fyrir kvenhlutverkin að geta verið rosalega hissa. Til þess að þetta sé að fyndið. Já. Úti að aka. Sprenghlægilegur gamanleikur í Borgarleikhúsinu. Mamma en kom ekki. Já, af því þú bjóst alveg fastlega við henni. Já. Já, ok.